Góðan daginn, Parkettslípun Íslands. Ég er komin í skemmtilegt verkefni, Eikar parkett, og ég ætla aðeins að sýna ykkur. Þetta parkett er nefnilega með svona svörtum díl í gólfinu og örugglega margir þekkja. Og þá er spurningin sem ég fæ alltaf, er hægt að ná þessu virkilega? Ég ætla að sýna ykkur það. Hérna ætla ég að sýna ykkur parkettið og svo ætla ég að sýna ykkur eftir að þið er búin að slípa blettinn í burtu. Hérna sjáum við parkettið, hérna sjáum við svarta blettinn. Þetta er mjög algengt til dæmis í herbergjum. Hér eru herbyggi þar sem hefur verið til dæmis skrifstofustóll eða hefur verið lazy boy eitthvað svoleiðis sko. Þá myndast þetta oft. Hérna er bara búið að sarga sig niður í viðinn og þá komu þessi svörtu blettir. Þetta er raun og veru bara óhreinindi sem safnast síðan í sárinu sko. Þannig að já, eins og segja, þetta er bara hefðbundið Eikar parkett. Ég ætla að taka hana blett í burtu og ég ætla að sýna ykkur eftir hvernig þetta lítur út þegar ég er búinn að slípa þetta. Þá er ég búinn að vinna á blettinum góða. Nú ætla ég að sýna ykkur gólfið eftir ég er búinn að slípa þetta upp og gera þetta fallegt, gera þetta eins og nýtt. Nú sjáum við hvernig þetta lítur út. Hér var bletturinn. Hann er bara horfinn. Eftir að klára hérna, fara meðfram, hérna sjáum við líka litamuninn þegar við erum að slípa upp. Þetta lýsist mikið upp. En bletturinn er bara gjörsamlega horfinn. Nú er þetta bara orðið eins og parkett á að vera, bara hefðbundið parkett. Engin litur, engin litamunur eða engin svartur blettur. Nú er það bara farið. Búin að slípa þetta upp, gera þetta flott. Þannig það er ýmislegt hægt með parkettslípun. Það er að gera þetta eins og nýtt á eftir.